Við höldum áfram á jólalegum nótum og nú ætlum við að fræðast aðeins jólasveinana. Því að við vitum náttúrulega að jólasveinarnir hafa ekki alltaf verið prúðir og skemmtilegir. Því að þeir jólasveinarnir, 13, synir Grýlu og Leppalúða, þeir voru hér á árum áður prakkarar og höguðu sér sko aldeilis ekki alltaf vel. En það eru til aðrir jólasveinar enn ógnvænlegri. Og til þess að segja okkur frá því ætlum við að heyra frá Kristínu Einarsdóttur þjóðfræðingi á Ströndum. Heyrum hvað hún hefur að segja. Það eru aftur sögur af jólasveinum þarna á Vestfjörðum sem mér fannst mjög skemmtilegar eða svona merkilegar. Þar eru jólasveinar látnir koma til landsins á skinnbátum, nokkrir saman, og það sagt koma annaðhvort frá Finnmörku eða Hellulandi, sem hérna einhvers staðar í Nýfundnalandi eða þar. Og það eða Grænlandi. Þeir komi þaðan á skinnbátum og þeir hafa alltaf byr. Sigla bara. Og svo skipta þeir sig niður á bæina. Og þeir eru risastórir og klofnir upp að herðablöðum. Þeir eru frekar ófrýnilegir og lappirnar eru fótsporin eftir þá eru kringlótt og eins og eftir lambskinn. Það er hægt að þekkja þá á því að vita að þeir hafi verið á ferðinni en maður sér svona eins og för eftir lambskinn. Og þeir skipta sér á bæina og þeir þrífast á illmælgi og slæmu samkomulagi og blótsyrðum. Og ef þeir eru svo heppnir að fara á bæ sem er svona mikið blótað, að þá koma þeir aftur eftir jól niður í fjöru, feitir og flottir. En þeir sem eru svo óheppnir að lenda á bæjum þar sem allir eru bara góðir og ekki blótað, að þá eru þeir bara horaðir og nær dauða en lífi. Þannig að þetta er svona eins og púkinn á fjósbitanum. Og það er ein saga þar sem einn bóndinn hann sér þá óvart koma í land og veit af þessu. Og heyrir þá tala um þetta, að þeir lifi á blótsyrðum og hann semur við fjósakonuna sína sem var mjög blótsöm að hún mætti alls ekki, hann lofaði að gefa henni klæði í ný föt ef hún myndi alls ekki blóta jólin. En svo var ein kýrin svo óþekk við hann í fjósinu og hún stuggar við henni og hún segir eitthvað, af hverju í fjandanum lætur beljan svona. Og þá heyrir hún hlátur upp á fjósbitanum, þá fékk hann smá í kroppinn.